Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og til mín í sjávarútvegsspjall í kvöld eru komnir 2 frumkvöðlar, menn sem að gera nýja hluti og gætu átt eftir að breyta ýmsu í íslensku sjávarútvegi og reyndar í matvæla meðferð á ýmsum sviðum. Það eru Haukur Alfreðsson og Guðmundur Þór Þormóðsson. Guðmundur, þú ert búin að vera lengi í þessum bransa að hugsa umbúðir og annað þess aftar. Já, og margt annað. Já, ég er búin að vera því. Skömmu eftir að maður hætti í háskólanum að þá fór maður að hugsa hvað maður ætti að gera og þá var einmitt myndin Graduate með sem var þarna helsta myndin þarna með Dustin Hoffman og þá var talað það, pappans var að segja honum, þú átt að fara í plastics. Já. Og það var strákurinn átt að gera það, þannig að það kom einhvern veginn í hugan að athuga með plastiðina, hvað getur maður gert í plasti og þá var það alltaf sjávarútvegurinn sem var stærsti svona kaupandi og notandi og þá á þeim tíma þá skellti ég mér beint í djúpulaugin og stofnaði Sæplast. Sem var svo lengst af og á Dalvík. Já, ég var hér í Garðabæ áður að fór norður. Ja. Og þið voruð að framleiða plastkör. Já, þá var einangruð. Já, við byrjuðum reyndar á vörubrettum fyrir fiskiðnaðinn og það voru þarna þá voru óeinangraða fiskkassar frá Strömberg í Noregi mest hér í gangi og þá voru búin til bretti sem að úr plasti sem að þau áttu að fara á. Þetta gerðum við í upphafi en leið og við fórum með það á markað þá var 80% tollur sem var á brettum í innflutningi, hann fór hann í 0. Það var svona stuðningur við íslenskan iðnað, típiskur. Var það lækkað úr 80% í 0? Í 0. Já, þannig að það var svona og svo tók maður ákveðin tíma að þróa og fara út í körin. Já. En þú varst í þessu til margra ára en þú hefur náttúrulega komið nálagt mörgu öðru heldur en plasti. Já, það er löng saga. Já, það er óvægt að byrja kannski aðeins á henni en við skulum nú kannski gefa Hauki tækifæri til að kynna sig. Haukur, þú ert búin að vera að segja þjóðinni frá eiginlega sögu loftleiða og síðan flugleiða og Icelandair eða ekki að segja forsögu Icelandair. Jú, ég Haukur Alfreðsson heiti ég og sem sagt rekstrarverkfræðingur og menntaður í Stokkólmi. Ég eftir nám þá byrjaði ég á tæknideild flugleiða. Já. Var þar í 4 ár en ástæðan fyrir því að ég hef verið að kynna sögu loftleiða svo að faðir minn var einn af stofnendur loftleiða 1944 og ég stofnaði fyrir stuttu sögufélag loftleiða til þess að halda uppi sögufélagsins og koma framfæri sögunni og eins að safna saman bæði munum og myndum einmitt til þess að kynna fyrir fólki og félagið stofnað 1944 og þetta er dálítið merkileg saga því að loftleir var á við togaraflotan á sínum tíma í útflutningi eða í gjaldeyristekjum og þannig að það er að mörg að segja frá.
og mörg að hyggja. Já. En hvað kemur til að þú ferð í að hanna umbúðir fyrir matvöru? Já, ég hef nú haft mikinn áhuga á nýsköpun og frumkvöðla starfsemi sko. Já. Eftir að ég starfaði á tæknideild flugleiða þá fór ég til inntæknistofnunar sem var síðan sem vann mikið að nýsköpunarmálum og rak þar svo kallar ekstra tæknideild þar sem að við vorum að aðstoða uppfinningamenn við að þróa sínar hugmyndir og starfsemi inntæknistofnunar gekk mjög mikið út á það að vinna að þróunarmálum og þar eldist minn áhugi á þessu og eina deildunum þar upp frá var plasttæknideild meðal annars. Já. Og nú síðan var ég í rekstrarráðgjöf og hef komið að stofnun fyrirtækja og meðal annars fyrirtæki með Guðmundi sem er að vinna að þessum kössum og það eru mörg ár síðan að við hittumst á svona ráðstefnu eða einhverjum fundi og fórum að vinna saman. En svo við snúmum okkur öðru Guðmundur. Þín saga varðandi matvæli og matvæla geymsla á matvælum og annað þess áttar byrja náttúrulega þarna á Dalvík í rauninni eða hjá Sæplasti? Byrja reynilega í Garðabæ og þá byrjum við á að hanna kar sem passar í gám, í 20 feta gám og það byrja menn í Grindavík og í Vestmannaeyjum að nota og ísa fiskinn, fara út á sunnudegi, ísa fiskinn og í körin beint og síðan komið á miðgudegi að landi og þá sett beint í gám og þá gámaskipið að fara. Og það fer beint á mest á Hömbersvæðið, þarna Grímsby og Hömb. Já. Og síðan á Þýskaland líka. Já, Bremerhaven og Cuxhaven. Og þetta breytti dálítið hjá þessum útgerðum. Þeir voru eiginlega leiguliðar stórra útgerða og það kom fyrir að við þurftum að hjálpa þeim að kaupa olíu til þess að það kæmust út og svo komast í túrin. Já, en með auknu verðmætum þá gátu þeir borgað fyrir körin á örskumum tíma. Já, þetta var í rauninni þannig að útgerðirnar voru að fá helmingi hærra verð. Já. Það var þeir settu í gáma eða sildu heldur en var hérna heima á meðan það var verðlagsstofu verð. Einmitt. Þannig að þetta gjörbreytti hag útgerðana til að byrja með í Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn og svo breyttist þetta út og tók mjög fljótt við sér þetta. Og það þangað til að það er eiginlega bara allur fiskur í einangruðum körum bara var eftir nokkur ár var komin allur fiskur á Íslandi komin í einangruð kör. Og það má segja hönnunin sem var þarna 1980 eitthvað, hún óbreytt ennþá í dag í meginatriðum. Hún eiginlega ekkert breytt, það einhverjum smá breytingar en hún alveg sömu lögun og sama prinsip á körunum. En þú varst líka að selja rækju. Já, það kemur síðan eftir að ég hætti í Sæplast að þá átti maður inni á nokkrum útgerðarmönnum og byrjaði á því að flytja út fisk frá þeim. Já. Og þetta fór síðan í það að maður tók Flying Tigers 747 flugvélarnar stóru sem millilentu héðan frá Frankfurt, komu ávesti og fóru svo með fisk bæði til Bandaríkjanna og til Japans. Já. Og það var meira að segja sem sagt afurðir sem var hent
þær voru fluttar til Japans og gáttu borgað fraktina en hérna sem að, eins og ég segi, var bara hent. Þannig að það var ansi, og það var meira að segja, fluttum út feitt hrossakjöt líka með vélunum. Svo þannig var bæði hrossakjöt og fiskur í sömu vél? Já, það var bæði hrossakjöt og fiskur í sömu vél. Það var að fara til Japans. En svo var það, sko, vorum við að senda hérna heilar vélar til Belgíu og hérna með fisk og reynda til Bandaríkjanna líka. Þannig að þetta kom svona í framhaldi og og reyndar fórum við að senda gáma líka til Bretlands og Belgíu með skipum. Þá voru það fiskur í kvörum og hérna fór beint til Immingham og síðan þaðan til Grimsby og Hull og síðan til Belgíu líka. Og reyndar til Boulogne-sur-Mer í Frakklandi. Þannig að þetta var svona, var lærdómur, var all keðjan. Og maður heimsótti þarna allar þessar uppboðsmarkaði og markaði, sko. Það voru þessi frummarkaðir eins og Grimsby og Hull og hérna Boulogne-sur-Mer, síðan voru aðrir markaðir eins og í London, Billingsgate, það sem svona, hvað var að segja, secondary markaðir. Já. Þeir sóttu ráefni sitt á Immingham eða Grimsby og Hull. Já, rétt. Og í áframsölu. Já, í áframsölu. Þannig að maður kynntist alveg öllum ferlinum, endaði með því þarna á sínum tíma að hérna þekkti á vel þarna sem rákuðu þarna Fishing News International á þeim tíma og þeir voru með fisk þeir voru með svona fisk upplýsingakerfi á mörkuðum og ég endaði með að taka það yfir hjá þeim. En þetta fyrir internetið. Þannig að það var ansi hár þröskuldur hjá mönnum að geta tengst en það voru menn hér á landi eins og hérna hjá sambandinu, þeir voru að flytja út lax frá Íslandslax. Þá gátu þeir flétt upp hvað voru verðin í New York áður en þeir fóru að semja við hérna aðilan úti. Af því að ef þú tala við fiskkaupandan þinn úti, þá alltaf slæmur markaður og lágt verð. Þannig að það er gott að hafa upplýsingar til það. Það er svona gamla sagan. Já, gamla sagan. Já, aldrei nógu hátt verð. Nei. En svo farið við í þessa kassa sem þið voruð að kynna núna á sjávarútvegi. Já, við höfum verið að þróa sem sagt frauð efni sem að sko öll körin sem við gerðum á sínu tíma, þau voru framleitt með polyethrin ytrabyrði og polyúrþan innra frauð. Það ekki endurvinnanlegt. Það margnota en ekki endurvinnanlegt. Og ef þú ferð á Sorpu og sér hvað gert við hérna fiskikör. Ónýtt gömul fiskikör. Þá þau eru máluð niður í Gufunesi og svo þau urðuð í Álfsnesi. Það er svona, það ekki það besta sem að getur skeð. Nei, en sko framleiðslan hjá ykkur gengur raunverulega út á það að gera þetta á vistvænan hátt. Já. Og náttúrulega frauðplastið sem slíkt gríðarlega slæm vara því þú notar frauðplastkassa bara einu sinni. Já, þetta einnota afurð og honum hent eftir notkun. En það hefur það kannski má segja það líka, að það hefur ekki verið mikið valkostur fyrir útflytjendur. Nei. Það menn hafa reynt pappakassa, menn hafa reynt svona ýmsa kassa og það hefur vantað einangrun, það hefur vantað styrk og hérna
og eins og pappakassar hafa verið einnota, þeir hafa ekki verið margnota og hérna, þannig að það hefur ekkert verið ekki auðvelt val hjá útflytjendum og þess vegna erum við að koma með þennan kassa sem er bæði margnota og endurvinnanlegur. Já, þegar hann er orðin ónýtur kannski eftir 5, 6, 7 ár eða eitthvað. Já. Eða búin að fá á sig gaffalstungur af lyfturum eða eitthvað. Já. Að þá er hægt að endurvinna það út af efninu sem er í honum. Já, þá getur við meira sér að teki við honum. Já. Staðin fyrir að menn borgi til dæmis til, menn að borga held ég man ekki hvort að 70 krónur á kíló eða 50 krónur á kíló þegar þú skilar inn kari. Þú þarft að borga. Já. En þarna getur menn bara... Urðunarkostnaður eða úrreldingarkostnaður. Já. Þannig að þetta er svona gjörbylting og eins og segir með frauðkassana þá er þetta bara einnota og meðal annars Evrópusambandið og fleiri. Það er verið að banna einnota umbúðir á ýmsum stöðum og það virðist vera að eftir bara 5 eða 6 ára þá verði sem sagt einnota eða margnota umbúðir vera minnst 30% í flutningum. Já. Og síðan 2040 að þá verði það farið upp í 70% sem er þannig að það er verið að herða þetta hægt og rólega og reyna að útrýma svona einnota vörum. Já. Það var alltaf gaman hérna fyrir hálfu mánuði síðan var ég með hérna áhuga mennum þararækt og þaraslátt eða nýtingu á þara og þeir voru að segja að úr þara væri verið að búa til eiginlega plast sem væri hægt að nota yfir alls konar matvörur í staðinn fyrir plast. Já, við myndum hugsa þetta í samtíð hérna þessa okkar margnotakassa að menn noti svona biodegradable og úr þar og fleiri afurðum noti filmu setja inn í kassana bara til þess að halda 100% gæðum og ég veit að menn í laxiðina vilja tryggja alveg að það sé engar bakteríur eða neitt sem snerti fiskinn og þá setur þú bara póka onni sem getur verið þessan úr þara eða öðrum vistvænum efnum. Eða eins og þeir gera hjá í pappakossunum þá var það sett bara plastpóka sem hægt að þá að endurvinna. Það er líka náttúrulega sko þessi kassar eins og við erum að koma með á markaðinn hafa ekki verið fáanlegir. Nei. Og það er vegna þess að þeir hafa bara verið of dýrir í framleiðslu og of þungir. Já, en nú eru þessi kassar ekki dýrar en það að þeir eru búin að fara 5, 6 ferðir eða 7 ferðir eða eitthvað þess áttar, þá er umbúðakostnaðurinn komin niður í 0 í rauninni. Já, þá ertu komin í jafnvægi og þá ertu farin að verða með lægri umbúðakostnað eftir sem fleiri. Já, það kostar náttúrulega alltaf sama að flytja magnið af fiski, hvort sem hann er í frauðblaskassa eða plastkassa sem er margnota. Einmitt. En þetta eru gríðarlegir möguleikar sem er í þessu og nánast þessi umhverfisumræða sem er í dag á fullu, hún mun gera kröfur þetta, er það ekki? Jú, svo er náttúrulega annað sem er að okkar kassi, hann er umhverfisvænni einnig í framleiðslunni. Það er kolefnissporið er mikið minna af framleiðslunni og okkur heldur en í frauðplastunum. Já, heldur en í framleiðslu á körum. Nei, ekki á körum, heldur á frauðplast. Á frauðplastinu. Já. Framleiðslan á körun er ekki nóg að nota pólúri þannig eins og flest körun er í dag. Já. Þá er það ekki eins umhverfisvænt eins og kassan er frá okkur því að við erum með sama
ráefni bæði í skinnunu á kassunum og í fyllingarefninu og það skilar minni mengun heldur en það voru að framlega fröðplast. Nú okkar kassar eru síðan endurvinnanlegir, ekki bara margnota heldur líka endurvinnanlegir. Já. Þannig að þú getur tekið kassa sem orðin. Það má segja það þið eruð að slá margar flugur í sama högginu. Já. Þannig að það hlýtur að verða í þessu kröfu samfélagi sem við búum í dag að minnka mengun og kólefnisspor og allt þetta, þá hlýtur þetta að verða nánast bara að fara flestir í þetta að kaupa svona kassa. Já, og svo þetta líka mikroplastik eða hvað það kallað. Já. Þetta að menga sjó og vötn og því miður er fröðplastið, þetta stýróform eða IPS, stýróform, það því miður það létt og það að brotna og það að fjúka. Já. Og það þó að menn kannski vilji varast að þá gerist þetta. Já. Og það ekki bara það sem mengar vötn og sjóin, heldur það væntanlega netadræsur og fleira. Já. Og það eiginlega skyld okkar að gera allt sem hægt annars verðum við bara orðin að einhverju plast líkumum. Já, og plastmengun í hafinu þetta grafalvarlegt mál. Og ef við förum að fá greining á því að fiskurinn í sjónum sé orðið fullur af plasti, örplasti, þá getur það nú breytt ýmsu. Já, þú veist, hinn almenni kaupandi í Bandaríkjunum og Evrópu, það les einhverja greinar það að bara þessi fiskur frá Íslandi er fullur af einhverju mikroörplasti. Það ekki til að auka neyslu á fiski. Nei. Og þetta grafalegt mál fyrir bara þjóðfélagi sinni. Já, og fyrir heiminn. Já, allan heiminn, auðvitað. En við erum kannski minnst menguð ennþá. Já. En út á hafstraumum og öðru þess áttar en auðvitað eru við partur af heiminum. Það ekki öðruvísi. Og það náttúrulega í loftslagsmálum og öllu við erum partur af heiminum. Þó svo við vildum vera undan veginn því. Já. En þetta allavega lítið á þetta sem gríðarlega merkilegt framlag hjá ykkur að koma með þessa lausn sem getur hjálpað helling til að minnka það, bara mengun frá fröðplasti. Já. Þetta muni taka eitthvað tíma þessi breyting. Já, auðvitað, en einu sinni verður allt fyrst. Jú. Og það þarf að aðlaga þetta að flutningsaðferðum og meðhöndlun og fleira. Já. Og við tókum þátt þarna í Æsfiss, annars til að tengjast útflytjendum og fá þeirra viðbrögð, því að við höfum svona prófað sambrjótanlega kassa sem fellur hún í hvern annan og kóniskan kassa og síðan fórum við í það að gera kassa sem passar í þessar pökkunarvélar fyrir lax. Enduðum í því að byrja á honum og svo getum við þróa lausnir með útflytjendum. Já, þið getið framleitt kassa fyrir 5 kíló, kassa fyrir 10 kíló, kassa fyrir 40 kíló eða hvað sem passar viðkomandi útflytjenda. Rétt. Í hvaða magni hann vill hafa það. Já. Og jafnvel öðruvísi kassa fyrir flök heldur en fyrir heilan fisk og annaði þeim túr. Einmitt. Það að segja brúna harri og það ýmsir möguleikar fyrir hendi.
Já, það er ýmsir möguleikar að hendi og við erum þegar búin að fá frá útflytjendum óskum til dæmis 5 kílóa kassa. Já. Þannig að það er eitt af þessum svona markmiðum. Síðan hefur verið hugmyndir að hvort að útflytjendur á flökum geti farið aðeins nær kunnanum með því að pakka beint í plastöskjur eins og í búðunum. Já, bara þá ertu að tala bara beint í örbylgjuofnin Já, beint í örbylgjuofnin, já, einmitt. Bakarofnin. Já, og það verði sett bara í einangraða kassa, það verði kannski 20-40 öskjur í einum kassa og þetta fari á verslanir bara beint. Já. Þannig að það er svona það er allir möguleikar. Já, það sér maður framtíðina sko. Þá er fullvinnsla, alveg fullvinnsla. Já, þetta getur sem sagt flutt fullunnin fisk á markað. Já. Já, bara öll matvæli í raun og veru. Matvæli bara og þessu vegna lyf sko. Það er mikið notað einangruðum ílátum fyrir lyf, flutning og lyfjum. Já. Þetta á fyrir kjúkling og þetta á fyrir svínakjöt og þetta á fyrir hvað sem er. Já. Sko, ég get nefnt dæmi sem ég heyriði frá einum skipafélagi að það var lax að fara í kössum til Úrk í Hollandi og þar var laxinn tekin úr kassunum og kassarnir bara hendið og væntanlega krumpaðir einhvern meginn saman en þar voru menn að flaka fiskinn og hann var svo sendur með flugið til Bandaríkjanna. Þetta er svona svolítið sko eiginlega hlægilegt. Já, eiginlega hlægilegt. Sorglega hlægilegt. Fluttur frá Íslandi til Hollands. Já. Amsterdam veintalega. Nei, Úrk var það. Já. Og svo sendur með flugi þaðan til Ameríku. Já. Íslensku lax. Já. Já, en þetta, það var nú lengi vel svoleiðis að menn voru að flytja heil fristan þorsk frá Rússlandi niður til Kína og hún var landað í Noregi og svo var hann sendur niður til Kína og þýttur upp þar og flakaður og seldur svo aftur til Evrópu inn á markaði þar og í verslanir. Aftur tvífristur. Einmitt. Og þú ert með mynd af kassanum, Guðmundur? Já, það er nú sniðugt að sýna hvernig kassin er. Hérna er sem sagt kassin þessi sem kemur í staðinn fyrir einnota kassana. Já. Hvað stærð er þetta? Þetta er fyrir 25 kílóa lax til dæmis, 23 til 25 kílóa lax. Í hverjum kassa? Í hverjum kassa. Í þessu tilfelli? Já. En svo ertu með einhver aðra kassa? Já, svo erum við með kassa sem að hafa verið, við erum byrjaðar að selja til Afríku, til Kenía. Já. Og það eru þessi kassa? Það eru þessi kassa, með hamingjusömmum kaupanda sem er að nota. Þetta eru stærri kassi? Þetta er stærri kassi en sömu rúmmál, svona aðeins stærri kassi. En hann er Þetta er að fara bara, þessi kassar fara bara borð í veiðbátana. Þessi kassar eru eiginlega ætlaðir fyrir kvenn, það er sko í sölu á fiski, í þessum heitari löndum er mest kvennmenn. Sem selja fiskinn. Taka fiskinn frá sjómönnunum þegar þeir kom í land í fjöruna. Já, og selja. Og fara svo upp á veg eða... Já, og fara akkurat upp á veg. Já. Og þar er fiskurinn í sólskininu óvarinn og að kvöldi dags er fiskurinn að skemmast hjá þeim. Já, ég meina, það ekki bara stór hluti af honum? Jú. 30% að minnstakosti ónýtt? Jú, það er allavega stór hluti og þetta er mikið tap. Já. Og þessir aðilar sem að heldur á kassana þarna, þeir eru að skaffa
þeir eru enda með fiskeldi í Lake Victoria-vatni og að rækta þar tilapíu og það eru kven fisksölukonur. Þar með bara nætur eða svona eins og bara eins og hérna á fjörðunum einmitt, og þeir láta konurnar hafa fiskin í svona kossum og síðan eru þær með þetta á daginn og þá fiskurinn ekkert að skemmast og síðan ef að þær eru með mikinn afgang og þá kanna þeir daginn eftir þurfa þeir ís og þá koma þeir með ís. Þannig að það er verið að tryggja gæðin og að það sem eyðilaðist eftir 1 sólarhring að það er kannski hægt að selja þetta og þetta er notæft í 2-3 sólarhring. Já, 4-5 þess vegna eins og bara við vitum með geymsla á fiski. Gámafiskurinn er 7-8 daga gamall þegar hann er kominn til Bretlands og er álitinn gæða efni þá. Þannig að og hann er seldur í heila viku og eftir. En þetta er í oft þegar menn voru að sigla þá voru þeir að koma út á 14. degi til að selja 14. eða 15. degi. Þannig að þetta gjörbreytir hag þessara kvenna. Og þá sjómannana líka. Já, og sjómannana líka vegna þess að þetta mun hækka verðið smátt og smátt. En þetta er bara í Indlandi, þetta er í Afríku, þá er þetta bara vandamál og það er svona tekið bara viðurkennt að svo kalla post-harvesting losses að þau séu 30%. Og þannig að þetta er alveg hræðileg, þetta er svaka stórar tölur. Já, tala 100.000 tonn og það eyðilegs kannski 30-40.000 tonn. Já, það kannski eyðilegst ekki alveg en menn er að fá lakari gæði og fæðuöryggi er verra og menn eru jafnvel að kannski á 3. degi að fara að þurrka þetta. Þá er bara hráefnið er ekki gott. Nei. Þannig að þetta er svona næsta byltingin sem við tökum líka. Já. Þau eru byltingasinnar hérna. Já, það er nú ekki verra. Það á nú við í þessum húsum að menn hafi skoðun á því hvernig á að breyta hlutunum. Hafið það í huga þegar ég sagði þetta? En þetta er stórmerkilegt og ég sagði nú þegar ég voru að kynna þetta fyrir mér að þetta eru möguleikar, alveg óteljandi möguleikar með þessa kassa. Og bara hérna á Íslandi að losna við fröðplast og koma með einangraða kassa, það eru gríðarlegar breytingar. Við erum að flytja út fleiri miljón kassa. Fleiri miljón kassa af umhverfis mengun. Já, af mengun og svo er bara kostnaður við að farga þessu eftir notkun. Ja, menn hafa nú verið að rembast við að endurnýta en það er bara þegar að komi líkt í fröðplast, þá er það ekki gott. Nei, það er ekki gott. Og ef þú ætlar að kveiki í þessu að brenna þetta, þá er það aldeilis mengun að því. Einmitt. Og eins og ég segi, þetta er einnota, þannig að það er eitthvað sem að menn eru að íta burt. Já. Það er ekki auðvelt að endurnýta þetta hráefni Nei. Og við brennslu eins og þú segir, þá er mikil mengun að því. Já, það kemur og þess vegna er verið að urða helmingin af þessu að minnsta kosti. Já. Og það er náttúrulega hróðalegt í rauninni að bjóða náttúrunni upp á það. Já, eins og með körinn sem eru með úrvanfröðun í. Já. En menn eru eitthvað dálítið að reyna með fröðkassana að endurnýta og vonandi gengur það vel, en það bara breytir ekki því að þetta er bara einnota. Já. Og það sem að Evrópusambandið og fleiri, þeir vilja margnota og við verðum að horfast í augu við það að þetta er það sem koma skal og við erum að reyna að koma með eina lausn
til þess að bæta ástandi? Ég hefði haldið það að þetta væri bara stór mál og þið ættuð að fá styrki frá stjórnvöldum til að gera þetta mögulegt og framkvæmanlegt. Og það ætti að eldast, stjórnvöld ætti að elda ykkur uppi til að tróða á ykkur styrkjum ef eitthvað væri. Já, Rannís veitti nú þarna snemma í ferlinum, þá veittuðu nú þokkalega stuðning, það verður að þakka þeim fyrir það. En það má bara gera miklu betur og kýla miklu meira á þetta, þannig að þetta verði komnar, þess vegna verksmiðjur til að framleiða svona kassa á 3-4 stöðum á Íslandi. Já, við höfum sko til þess að ná kostnaði, sko eitt var að þróa frauð sem að getum þanist út nógu mikið til þess að veiti einangrun. Það eru svo kölluð PE-kör núna í dag í fiskiðnaðinum. Þau eru mjög sterk og góð og þau eru endurvinnaleg. Þau eru með polyethylín ytrabyrði og polyethylín frauði. Það þenst bara eitthvað cirka 5 sinnum. Þannig að það veitir eiginlega litla sem enga einangrun. Nei. Við erum þarna 4-5 sinnum meiri þenslu. Þannig við erum þannig að við erum með einangrandi umbúðir. Og það sem að meira að við erum að þróa sko vélarnar meira sjálfvirkar vegna þess að það eru sömu handtök að búa til 1 kassa og 1 kar og með vinnulaunum hér á landi þá myndi kassin og kassin alltaf dýr eins og hann framleiddur eins og kar og þú getur ekki framleitt kassa úr PE frauði eins og það í dag því þá hann alltaf þungur og alltaf dýr þess vegna höfum við verið að þróa meiri sjálfvirkni og við höfum hannað vélarnar í gáma þær geti gengið upp í gámum þannig að það sé hægt að bara unitið í einum gám hvað þá 40 feta gám þá geta 2 vélar verið í 40 feta gám og kemst ein í 20 feta gám þannig að þú getur verið bara með 20 feta gáma og fengið 10 svoleiðis setna. Já, en þú þyrftir nú helst að vera með það inni, þetta nú bara til þess að geta flutt verksmiðjuna fljótt og vel og mætt þeirri eftirspurn eftir kossum. Og þá stingur þú bara í samband, það er rafmagn, það er rafmagn sem knýr vélina, ekki olía eða rafmagn. Eða dísel eða svoleiðis. Við erum með allt í rafmagni, þannig að þá getur notað endurnýjanlega orku og maður hefur verið komið nálagt endurnýjanlegri orku þarna í... Já, ég ætlaði nú aðeins að fara inn á það svona þegar framleiða stundir hjá... Þegar hitnar í kolonum. Þegar hitnar í kolonum, en það er nú kannski bara út af því að afskipti þín af orkumálum í Kenya leituðu kannski út í að fara að skoða þetta betur með kassana. Já, það er í rauninu rétt vegna þess að maður, ekki að byrja á því að ég var svona, hvað ég má að segja, hálfdoblaður út í að fara út í einhverja jarðgufuvirkjanir og þá átti nú að vera virkjun hérna á Íslandi en þetta fór svona út í það að maður fór að googla og þá voru allar virkjanir sérsmíðaðar, skraddara saumaðar liggur við og mikill verkfæraði kostnaður og hár kostnaður á smærri virkjunum. Þannig að maður googlaði og kom með hugmyndir að setja einmitt virkjun í gám. Það var fyrsta hugmyndin og þá var hannaður hannuð virkjun upp á 5 megawatt í 1,40 feta gám og það var svona, þetta gekk svona, tók tíma í upphafi en við fórum síðan í tilraunaverkefni í Kenya með ríkisfyrirtækinu þar og bara stjórnvöldum stjórnvöldum og það var síðan fór svo útboð
og þar voru nokkur fyrirtæki sem tóku þátt. Við vorum með $93 million boð og næstis sem var næstur var með $101 million. Já. Og það var kínverskt fyrirtæki. Það eru nú ekki allir sem að stinga Kínveri af í boðum. Nei, einmitt, og það var mjög skemmtilegt að geta bæði á gæðum og verði. Og þannig að við fengum það verkefni og við erum með það eru hvort þetta að segja að það sé 10% af allri orku í Afríku kemur frá íslensku hugviti. Já. Jarðgufuvirkjunum. Já. En það er náttúrulega mikill markaður fyrir jarðgufu í Kenía. Já. Og þeir eru reyndar komnir fram úr Íslendingum. Þeir eru komnir með 800 eitthvað megawatt og þannig að þeir fóru upp fram úr okkur. En það er bara mjög gott þetta er þarna í svokallum Rift Valley eða þarna sem mjög mikið af jarðgufu er lítið nýtt ennþá. Kenía hefur staðið framalega í þessu. Já. En þegar við erum að tala þessa kassa og þetta kannski afleiðing af því að þú varst í Kenía og þá fara þeir að tala það að hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað og fá íslenska reynslu eða þekkingu og þá ert þú náttúrulega í þessu kassa verkefni líka að framleiða kassa eða leggja drög að því að fara að framleiða kassa. Og nú ertu byrjaður að selja þeim kassa. Einmitt. Og þetta byrjar þannig að maður í Nairobi og maður fer á einhvern veitingastað og maður ætlar að panta kannski fisk. Já. En þá fer maður að hugsa, hvernig fiskurinn fluttur, hvernig eru gæðin, á ég að þora þessu? Já. Og þetta byrjaði kannski þannig að maður svona bara fór að hugsa en þá getur ekki nota kvör vegna þess að það er engin liftarar og það er engar kranar þannig að þú verður að hafa smærri einingar og þá verður að hafa sem sagt kassa. Já. Og þess vegna kom þessi kassahugmynd og hún er núna komin í því að það er sölur til Kenía. Já. Og vantarlega halda þær áfram. Þær halda áfram. Og svo vantarlega þetta að setja upp verksmiðju hérna, er það ekki? Jú, það verður sett upp verksmiðju á næstu mánuðum hér. Já. Og og svo hugsaum við líka til dæmis eins og Vestfjörðum. Já. Því ekki hafa verksmiðju svæðisbundið. Já, það er bara þar sem að menn vilja og gera hlutina. Já. Og þeir sem vilja, ef vestfirringar vilja kaupa, þá sendur þeim eitt gám. Já, það er þetta að senda þeim eitt gám og eða hvort að þeir eru með eigendur eða hvernig sem er. Sparast flutningskostnaður á kössunum eða körunum. Á tómum kössum. Að vinnslu. Já. Þannig að og uppsetning á svona verksmiðju til að annars reyndar má segja að bíll fer fullur af fiski frá Vestfjörðum suður í Keflavík eða hvert sem hann er að fara að þá náttúrulega þarf hann að fara með einhvern farm tilbaka hann getur alveg tekið kassa en það er sama þá getur hann farið jafnvel með eitthvað annað í staðinn en svo er náttúrulega bara þægilegt að hafa svona verksmiðjur bara heima hjá sér við hliðina á fiskvinnslum sem er að vinna nálagt markaðinum sem sagt, hvar er markaðurinn og hann er og þú ert ekki að vera ekki að flytja loft eitthvað langar vegalengdir framleitir eftir þörfum já svo það líka það er hægt þannig að minnka birgðahald og just in time eins og Japanir segja já, það er og jafnvel aðfunga til að gera þetta það eru vantarlega með á kútum
Er það ekki efnið? Nei, það er í duftformi og smákúlum. Já. Sem er matað í vélina sjálfvirt. Já. Og hérna... Að hluta til verður framleitt hér á landi. Já. Já, við í rauninni... að blanda saman ákveðnum efnum til þess að... Já, fá rétta blöndu. Já, á fröðinu. Já. Og það er eins og ég segi, þetta hefur tekið mörg ár en hérna, já, ég held ég áni lesið það að Sæplast hefur verið það eru 25 ár af þróun í til dæmis þessu PE-kari og þannig að þetta gerist ekkert á einu degi. Og menn hafa ekki haft þennan valkost, eini valkosturinn sem útlendingur hafa raunverulega haft eru frauðkassar. Já. Og ég svona... Já, sérstaklega í flugir. Já, í fluginu, sko. En það náttúrulega, getið þið framleitt kassa fyrir flug? Við stefnum að því, en við teljum sko náttúrulega mjög sko... frá flutningalegu leiðum þá teljum við auðvelt að koma í staðin fyrir núna í gámana í staðin fyrir frauðkassan í gámanum. Já, það er svona auðveldast. Já, það er auðveldast því þá getur þetta farið í sama gámnum tilbaka eins og það gerist með gámafiski. En náttúrulega þyngd á kassanum í flugi skiptir orðið meira máli heldur en þyngd í fraktara. Já. Og þeir eru það að vera veikbyggðari. Já. Þeir eru svona léttir sko. Já. Og þá verða það ekki eins, þá er ekki hægt að nota það eins og oft en nei, vantarlega ekki. En þetta verður hægt. Já, en það er held ég sko 70-80% af laxi sem að fara í gámum. Ferskur. Já. Til Evrópu. Og meiri segja farið að flytja lax með skipum til Ameríku. Já. Í kæligámum bara. Já. Eitthvað það byrjað? Já, þetta náttúrulega sko orðið svaka framfærir á meðhöndlun á fiski og niðurkælingu sem gerir þetta kleift. Já. Þetta er eitthvað sem að aðrar þjóðir geta tekið upp og við erum að reyna að koma svona vísir af þessu í þessum heitara löndum eins og Afríku og Indlandi. Við erum að byrja á því að það að geta sendt ferskan lax með gámi til Bandaríkjana, hvað ekki 7 dagar eða hvað er það? 6-7 dagar. Já, 6-7 dagar. Sigling. Já, þannig að hann hefur kannski 4-5-6 daga í sölu í búð eða verslun. Já. En þetta er mjög merkilegt og alveg svaka skemmtileg framþróun hjá Íslendingum þetta þróun og hefur verið það síðan að við byrjuðum að flytja út fisk með flugi upp í kringum 1978 man ég fyrst eftir 77-78 byrjuðum menn að flytja út fisk í flugi. Já. Og þá var hann bara gert í pappakossum. Já. Það var bara og svo sett plast utanum brettinn. Já, pappakossum frá kassagerðinni. Já. Svo en Logi Þormósson og Eiríkur Hjartarson á Suðurnesjum Sandgerði, fyrst í Keflavík og svo í Sandgerði og voru þar til margra ára. Þeir voru frumkvöðlar að þessum útflutningi og þetta hækkaði fiskverð verulega og bara fyrir land og þjóð sko, bara auknar tekjur. Það var 40-50% stærra verð sem skilaverð sem þeir voru að fá fyrir fisk í flugi heldur en þeir sem voru í þessu hefðbundna að frista í blokk og salta. Já. Þetta var bara gjörbylting. Já, og menn eru meina sig að flytja sko út í gámum kannski fiskvinnslur, fiskur sem passar ekki í vinnsluna hjá þeim. Þar geta þær flutt ferskan út í gámum eða kossum. Já. Þannig að það eru allar útgáfur að þessu. Þannig að menn eru að svona hagræða og ná betri hagkvæmni í öllu. Já.
bestar eru fiskvinnslunar sem þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði. Því þeir þurfa að dansa á tánum alla daga til að fá sem hæðst verð fyrir sína afurð og lifa af. Þeir reikningarnir hjá þeim eru góðir ef þeir eru eitthvað í plús. En þeir eru að keppa við fyrirtæki sem eru að selja sjálfum sér aflan upp úr sjó fyrir helmingi lara verð. Og þannig að gefur auga leið að þeir geta sýnt ársreikningar sem eru með x milljarða í hagnað á hverju ári þegar hinir eru að berjast. En þeir eru þjóðhagslega kannski arðbærastir. Mesta gjaldeyri fyrir hvert kíló inn í landi hjá þeim. En það nú út og dúr, en þessir kassar eru að koma núna væntanlega í sölu hérna hjá ykkur fljótlega og þið gerir ykkur væntanlega vonur það að þetta fái góða viðtökur. Já, við viljum eiginlega með útflytjendum gera ákveðna tilraunir og vinna með þeim að finna bestu á hann að vera 4 kíló, á hann að vera 3 kíló eða 10. Þannig að hvernig á kassin að vera og þróa hann með þeim og gera tilraunir og sjá hvað hægt að betur bæta og síðan að fara á fullt í að skipta út einnota innbúðum. Þetta bara fróðlegt og getur átt eftir að bara vera mjög gott og maður hefði nú haldið að við ættu að fá velun frá umhverfisráðuneytinu fyrir þetta framtak. En Haukur, þú náttúrulega hefur verið þáttakandi í þessu með Guðmundi og hvað sýnist þér? Mér sýnist þetta bara í raun og veru öll þróun tekur langan tíma en hérna það eru miklu möguleikar og við erum að vinna að leta kassan enn meira sko og hérna ég get ekki annað séð en að þetta sé miklu möguleikar þarna. Og hérna en það þarf auðvitað eins og Guðmundur er að tala sko, það þarf að vinna þetta með þeim sem er að flytja notendum og það þarf að hérna bæði að aðlaga kassan sjálfan sem í stærðum og annað slíkt sko og svo þarf náttúrulega kunnanum. Svo þarf náttúrulega á hinum endunum að vera skipulag sem tekur á móti kassanum og annarkvort þá þannig að náttúrulega kassin þegar búið að losa kassan að hann sé þrifinn og hann annarkvort seldur áfram þá á markaði á áfangastað eða þá að hann sendur tilbaka eins og er verið að gera við körinn. En þetta þarf þetta alltaf skipuleggja og tekur ákveðin tíma og menn þurfa að hugsa þetta og hérna allur kostnaður þarf að vera þannig að þetta gangi upp en það getur verið að sé einhver fórn í þessu líka til þess að ná þessum umhverfis markmiðum til þess að í raun og veru að koma þessu í gegn en vonandi verður þetta bara hagkvæmara því að við erum að þarna öll fjárfestingin þetta er margnota þannig að við erum að ég meina ef þú flýtur kassan út 6-7 sinnum og hann er orðin ókeypis og þar að þeir umbúða kostnaðurinn komin út úr dæminu þá gefur það auga leiða að þegar þú sendir kannski sama kassan 20 sinnum úr landi. Umbúða kostnaðurinn verður lægri fyrir útflytjendur og fyrir umhverfið. Þetta er ávinningur fyrir báða aðila, fyrir útflytjendur og umhverfið og hérna. Svo má líka hugsa sér að hérna það megi hagræða og skipuleggja á hinum endunum á markaði að þegar varan kemur á markaði eins og Guðmundur er að tala að setja minni umbúðir í svona kassa og eins að kassin fari beint hérna til væntanlegs kaupanda eða í verslanir. Þannig að umstöflun og meðhöndlun á fiskinu verður þá einfaldari og
og verði þá jafnvel selt bara beint upp úr kassanum. beint upp úr kassanum, já. Og þannig að það þarf aldrei að vera hendunum til eða færa hann á milli íláta. Nei, hún er bara stilt upp í kassanum, í söluborðinu í viðkomandi verslun. Já. Þannig að þar sparast líka. Maður hefði haldið það að þetta allir fiskvinnslumenn myndu hoppa á þetta fegins hendi að fá svona. Já, þeir eru náttúrulega með í dag er þeir með eitthvað sem að virkar, sem er frauðkassinn, virkar, en hann hefur þessi neikvæða áhrif. Það kostar að fargónum, það mengar að nota hann og þá hefði maður haldið að hinn kosturinn væri betri og tala nú ekki þegar þú ert komið með ódýrari umbúðir eftir smá tíma. Það er nú yfirleitt þannig að það þarf að setja einhvers konar reglur og reglugerðir og kröfur til þess að menn fara eftir því, sko, nema að þeimun hagkvæmara og eins og Guðmundur segir þá eru menn kannski ekki að vilja frekar halda sig við það sem þeir kunna, hafa og kunna og þekkja. Þannig að það þarf bara að sýna fram á þetta og vinna með markaðnum. Svo hef ég heyrt að kaupendur á hráefni út í Bretlandi, sérstaklega, að þeir eru að væla yfir kostnaðanum við urðunina. Já, kostnaðan við urðunina og fá svo neikvætt kolefnisspor á fyrirtækin. Því að margnota miðað við einnota er minnst þrisasinnum minna kolefnisspor við margnota umbúðir heldur en einnota. Já. Þannig að þetta er allt jákvætt við þetta. Það er ekkert öðruvísi. Og ég held að hvatinn er líka að þetta verði ódýrar umbúðir, þannig að það er hvati fyrir útveit, eins og þegar körin komu. Karavæðingin byggðist upp á að það var ávinningur fyrir notendur. Já. Þeir fengu hærra verð og það er held ég það sem skeður hér líka. Já. Þannig að það verður hvatinn pluss umhverfið, það er bara bónusinn. Já. Þannig að þetta verðum við bara að vona að menn drífi sig í því að fara þessa leið og við eigum eftir að sjá það að menn flytja sér það að ná í kassa og þið hafið ekki við að framleiða. Einmitt. En strákar, ég þakka ykkur fyrir spjallið og við vonum bara að þetta verði komið í öll hús kassar frá ykkur í framtíðinni. Þakka kærlega fyrir tækifærið að koma hérna. Takk fyrir okkur. Já. Takk fyrir okkur. Blessaðir.